Herru, þá komið að einni tegund af pinnamat, smá hugmynd sem ég ætla að koma með. Og það með, við ætlum að nota svona kæfu á bruschettu. Bruschetta svona lítið brauð, bagetta eða eitthvað skonar skorið í sneiðar og grillaði inn í ofni og verður þetta svolítið svona stökkt á utan. Og á þessu ætlum við að setja núna, ég keypti svona villigæsapati. Það er hægt að fá ýmsa tegundir af svona patiðum. En gæsapati tilvæli núna, hann er á season. Við erum hérna með stökksteikt bacon sem er bara tekið annarkvöld í ofni þannig að það verða alveg crispy eða þá taka í örbylgjuofn á milli 2 smjörpappa bara í 3-4-5 mínútur þannig að það verða alveg stökkt. Svo erum við steikta sveppi, bara venjulega og til að fá svona í sætt á móti þá er þetta með fersk hindber. Gerir þetta líka skemmtilegan lit. Herru, við byrjum á brauðinu og skerum þetta ekki of þunnt. Maður vil aðeins finna fyrir brauðinu líka. Tökum þetta hérna. Svona, tekur nokkrar. Tökum annarkvæmt ofnskúfu eða pönnu, hittaþolna pönnu sem þarf að fara í ofn og ristum undir grillinu bara öðrum megin. Þannig að þessi mjúkar undir og stökkar hún á. Setjum smá ólífuolíu til að fá smá bragð í bagettuna. Það er líka tilvæli að nota einhver önnur brauð en bagettu. Það er þetta að nota gróf brauð og það er ekkert endilega að vera svona bagettuleg. Smá salt. Smá pipar. Það er líka tilvalið náttúrulega að krydda bruschettunar eins og þetta heitir með einhverjum villigryddum eða villijurtum, oregano, timjan eitthvað. Svo þetta fyrir bara undir grillið. Í svona 3-4-5 mínútur fer allt eftir bara þá er orðið gullinbrúnt. Jæja, þá eru bruschettunar klárar. Og sér að það eru stökkar hérna ofan á, en það eru pínu mýkir hérna í miðjunni, hérna undir. Þannig að það er bara eins og ég vil hafa það. Herru, svo púslum við þessu saman. Byrjum á því að setja smá sýrða. Við erum bara að tala um eina doppu hérna, sko. Svona. Nú veljum við eitthvað svona skemmtileg salat. Svona. Svona. Og sjálfsagt að nota hvaða salat sem er. Eitthvað sem að fólki finnst gott. Svona höfum þetta bara allt eins hérna. Ok, þá fekk kæfan bara hún á. Það var bara svolítið svona gróft hún á. Það er nefnilega svolítið í tísku í dag. Ekki offormað. Þetta er náttúrulega gömul og reynslumikil samblanda af mat sem er kæfa, bacon, sveppir. Danirnir farið til okkar. Þetta er sveppin hérna á. Svona yfir. Smá bacon. Svona. Og svo hálft hindber. Það má líka alveg sleppa hindberinn ef fólk vill ekki hafa þetta sæta með, sko. Mér finnst það alveg nauðsynlegt með svona kæfu. Svona er ein hugmynd af skemmtilegum smásnittum sem að myndi passa í pinnaveisluna, afmælið eða undan mat með kampæna undan, fordrykk. Gjörðu svo vel. Snitta með kæfu, bacon, sveppum og hindber klár.